í hrauni í Aðaldal, Laxá í Aðaldal. Já, þarna var alveg þokkalegu kjaftur. Þessi hérna rás hérna, hún virðist vera fiskageymsla. Nú, ég með vel tætta Griffiths knattundir og aðeins fyrir aftanan. Þau eru bara aðeins fyrir framan hann. Já, það var glæsilegt. Það er 5. júní og ég er búinn að vera að veiða núna í dag og í gær Laxá í Aðaldal, hraunið. Og hraunið er sem sagt austamegin, það er veiðisvæðið sem er fyrir neðan Presthólma og eina svæðið sem ég hef ekki veitt í þessari á fyrir nú. Og ég verð bara að segja alveg eins og að svæðið kom mér skemmtilega óvart. Það olli alls ekki vonbrigðum. Þessi 2 dagar eru búin að einkennast af þurrfluguveiði. Ég er búinn að fá langflesta fiskana á þurrflugur og þetta er bara búinn að vera alveg frábær tími. Þetta svæði er stórskemmtilegt, það er mjög stórt og fjölbreytt. Það skiptist í efra og neðra svæðið og ég verð að segja svona fyrir mitt leyti þá fekk ég betri tilfinningu fyrir efra svæðinu. Nú, ég er hérna staddur á efra svæðinu og það er eins og kannski sést hérna mikið af svona víkum og þær eru flestar með fiski og þetta er afskaplega gaman. Það er búin að vera einhver innlögn báða dagana og það er svona búið að vera meira skjól hérna. En mótnarnir er alveg frábærir og kvöldin yndisleg. Allur fyrriparturinn í dag var alveg frábær. En dálítið rok í gær og ég reyndi eitthvað fyrir mér með straumfluguna þá og það gekk ágætlega. En það sem kom mér kannski mest á óvart er stærðin á fiskunum. Það er mikið af fiski hérna sem er í kringum 50 cm. Og það er bara virkilega gaman. Flestir eru bara ágætlega haldnir, við fengum einhverja svona slána. En það er náttúrulega bara eðlilegt á þessum tíma
árs og þeir verða væntanlega orðnir feitir og pattaralegir bara eftir nokkra vikur en það er mikið af mjög fjörugum fiski hérna og margir þeirra vel haldnir og þetta er búið að vera virkilega gaman. Algjör draumur að vafra hérna með fjarka og þurrflugu og setja í einhverja tugi fiska. Marga þeirra bara virkilega flotta. Það er bara alveg dásamlegt. Stærsti fiskurinn sem ég fekk í dag var 54 cm. Það er stærsti fiskurinn sem ég landaði og hann tók Black Knot nr. 12 og þeir voru mjög mikið í Black Knot, Klinkhammer, brúnum, bláum, svörtum, Royal Wolf gekk mjög vel þannig að þetta er búið að vera algjör veisla. Nú, hvað get ég sagt meira? Það er bara þetta svæði, ef þú hefur gaman að þurrflugu og skemmtilegum urriða þá er þetta bara alveg frábært svæði. Þetta er náttúrulega í sama svipuðum kanti og Torfurnar og Presthólminn og þessi svæði, Syðrafjall, nema bara að þetta er miklu stærra og þetta er miklu fjölbreyttara svæði. Það er bæði hólmar og það eru víkur og þú bara hefur alltaf öllu. Þannig að það eru 4 stangir, sem sagt 2 á efra og 2 á neðra, en þetta svæði berir miklu fleiri stangir. Við erum ekki búin að fara yfir allt svæðið á þessum 2 dögum og þó er ég mikið búin að vera einmitt að ekki eyða miklum tíma á sama stað, heldur kanna svæðið. Þannig að ef maður ætlaði að veiða svæðið vel þá ég held þú þurfi lágmark 4-5 daga í það. Þannig að ég held að ég get alveg gefið bara thumbs up fyrir hraunið. Þetta er já, kannski er þetta bara skemmtilegasta urriðasvæðið hérna fyrir neðan virkjun. Ég er ekki frá því, þetta er rosalega skemmtilegt svæði. Þannig að bara ég er glaður. Seinna.